Já, Ingi, ég er með því hérna eftir 60 sigur á Keflavík. Hver er svona upplifun eftir leik? Bara frábært. Gríðarlegur liðsigur og við fáum framlag frá öllum sem kom á gólfið og ekki sigur þeir sem voru á bekknum. Það var bara, þeir voru taka þátt í þessu, fögnuðu vel og bara samhæll í þessu. Hvernig lagður svona þittlu með að verjast Keflavík? Eins og við gerðum, við vorum bara mjög vel, við byrjum svolítið soft aðeins í byrjun en við höfum styrkin og við höfum orkuna til þess að stoppa því að Keflavík er alveg gríðarlega mikið force sóknarlega séð og mörg vopn. Mér fannst við bara að gera mjög vel á mörgum stöðum. Sérðu eitthvað svona strax eftir leik, eitthvað sem þið gerir betri í kvöld heldur á móti Tindastól? Frákvæmstöðum í þetta kvöld. Við vorum með, seinni hálfbyrjun var mjög góð í þetta kvöld og við vorum með mikið að vörðum skotum þar sem þeir eru að fara í bara nánast sneiðskot og erum að hirða þessa bolta sem við hirtum ekki fyrir. Það er vegna sem við vorum að ná þessu stoppi, við vorum að ná, Kristoffer blokkaði og við náðum ekki þessu boltum fyrir norðan en við náðum í kvöld og það er svona leik og þá er það bara peningar í bankan. Ég spurði með Jón Arnór úti og þú nefnir svona leik, það er gífurleg stemning, topplið að mætast, mikið undir. Þessi úrslitakeppnisleikur sem að KR er þekkt fyrir. Er þetta svona sem hefur kannski vantað svona framan af vetri, fleiri svona tætt leikir? Nei, bara mannskapurinn er að komast í heilsu og svo Kristoffer hafi verið veikur í dag hérna og ekki skuggið á sjálfum sig, þá gerði hann samt litla hluti þetta mjög vel sem við sást ekki á statistikið en einstar. En bara menn er að komast í betra stand og Dino er að komast inn, við erum að læra á Dino og hérna, hann var mjög góður í dag eins og hann var lélegur á krónum og Mike var líka í dag eins góður og hann var slappur fyrir norðan. Þannig að menn eru að detta inn, Brynjar var búinn að vera frábær og stoppa hann dag, Jón var mjög góður, Helgi og Matti, Jakob, allir voru að leggja sig fram með það og koma með eitthvað. Þetta er bara svaki sem að menn þurfa að vera með og það er til staðar. Góð stemning í húsinu. Frábær, algjörlega frábær. Að lokum langar með að spyrja því að ég tek eftir þessu í hálfleik. Milka er komið yfir 10 stig, enda með 14 held ég. Eru þið með eitthvað plan til að stoppa hann eitthvað sérstaklega? Við erum bara með leikmenn sem eru, hann er náttúrulega alveg feikið vopnaból en við svona reynum að gera eins vel og við getum á hans styrkleika og mér fannst það takast aftur í dag hérna mjög vel. En ég er mjög ánægður með þetta vegna þess að þetta gefur okkur góða svona áhrif inn í breykið og við þurfum að vera mjög skynsamir í því breykið og bæta ennþá meira. Það er ekki lengra að taka fyrir þetta.